17. desember við rjúfum dagskrána til að koma með mikilvæga tilkynningu. Herri, eins og kannski sést þetta aðeins út undan mér á skjánum þá ég byrjaður að klippa vídeóið. Þetta í annað skipti sem ég reyni að taka upp þessi skilaboð. Þannig að í fyrra skipti sem ég reyndi að taka upp þessi skilaboð þá klikkaði hljóðupptakan í mikrofóninu hjá mér. Ástæðan fyrir því að ég að taka upp þessi skilaboð að upprunalega upptakan mín með biluðu hljóði að hluta til. Þannig að ég ætla að spila fyrir ykkur seinni hluta upptöku dagsins sem með almennilegu hljóði og segja ykkur hvað gerist í þeirri fyrri því að það skiptir ekkert öllu máli. Við opnum að sjálfsögðu 17. það er 17. og þar voru lakkrísbrjósikar, Windforce 15. Við höfum fengið svolítið bara daginn, var ekki síðustu helgi. Það fengið svolítið líka. Ég borðaði einn og hann auðvitað sterkur, hann ekki svo 15 kúlur en hann sterkur og maður svona sveið svolítið í munnin eftir. Svo gæðust við í hvað askasleikir færðu okkur í stígvélin í dag og þegar við tökum upp þráðinn í vídeónu þá ég að byrja að smakka það og þar erum við með pólskar veganpylsur, piri piri og pólska chilisósu. Það greinilegt að einhver átti stór innkaup í pólsku matvöruversluninni. Kíkjum á það. Brjósikur búinn. Hann svíður svolítið svona í munnin þegar maður eftir að vera búið með hann. Því að maður er svona sár í munninum eftir hann. Herri, það voru pólsku pylsurnar. Vegan pylsurnar. Piri piri. Ég bara mest ágjörði að ég finna ekkert bragð eftir hennan brjósikur. Góð lykt. Mjög bragðgott. Út úr soja, einhverjum næpum sýnist mér og einhverju smá kekk í þessu sko, en ekki mikið, en rosalega gott. Þetta eru eflaust góða startpylsur og eflaust hollari heldur en margar aðrar þessi þetta er vegan, ekki ráð fyrir því. Og glútenfrítt og allt maður. Góðum við niður með einhverju SOS Oriental chilisósu. Ég veit ekki hvort við eigum að óttast SOS-ið. Það reyna á þetta. Senn einhver innsigli á þessu sem ég eftir að rjúfa. Ég ekkert að kreist þetta til dómsdags á þess að nokkuð hefur gerst. Ég var alltaf í vandræði með svona það gera dómsdags filmur. Svona, já, allt komið. Þá getum við prófað þetta. Já. Here we go. Og ekki listórtar hljóð í heimi sem kemur úr svona flöskum. Já. Þetta lyktar svolítið bara sem einhver svona þetta er ekta svona condiment sós að setja út það pulsur og svona ekki. Svo sætt. Hún er svona eins og sósurnar úr sósudagatalinu ef þær væru ekki drasl. Þannig að hún er ekki sterk en hún er svona svipað konsept og það er sósur. Svolítið svona edik-kennd sósa. Þannig að hún er ekki svona ógeðslega svona gerviefnalega bragð af henni eins og var að þeim. Þetta er svona sama, bara ekki gerviefnum. Hörru, þetta er fínt. Ég nota þetta alveg pottþétt út á sem bara pulsu og svona sko. Glæsilegt. Þetta var föstudagur.
Svona öðruvísi sterkur föstudagur. Helgin framöndan, þannig að við sjáum hvað hún ber í skauti sér. Sjáumst á morgun.